Ef við ekki átt að sitja á eitthvað aðeins meira pepp eða? Já, reyndar þú segir það. Við erum yfirleitt með Heyrir eitthvað í þér eða? Hvað segirðu? Já, heyrir í þér? Heyrir mjög Það held ég Testing Kæru Pingjuhálsar. Það Adda og Eiddi sem hels ykkur og enn eina ferðina með gest. Já. Og núna erum við með dálítið sérstaka blöndu. Arnór Hreiðarsson, frumkvöðl og launþegi. Já, er það ekki? Jú. Má ekki Dagvinna og eigin verkefni. Já, orðuð að það akkurat. Sjálfstæðsstarfandi og í 9-5. Geri aðrir betur. En sko, sá ég ekki, þú heitir S.Arnór. Er það senior Arnór eða? Nei, það er junior Arnór. Junior Arnór. Ég ætla ekki að fara neitt út í það og líkast til einhverjir að hlusta sem munu hlæja að þessu, sko. Já, ok. Er ég að koma aftan að þér, bara hérna strax í byrjun? Aðeins. En má ég kalla þig senior Arnór? Eins og þú vilt. Já, geggjað. Heyrðu, gaman að fá þig. Þú ert sem sagt, starfsmaður Origo á daginn? Já, ég er starfsmaður Origo í dagvinnu og er það með hlutverk ráðgjafa, ERP ráðgjafa. ERP, hvað er það? Já, ERP stendur fyrir Enterprise Resource Planning. Rosa orð og fólk auðvitað alveg svona pínu skelfur þegar maður segir þetta. Er þetta eitthvað sem að Lóa eða einhver markastjóri fann upp? Nei, eða er þetta erlent? Þetta er erlent, sko, þetta er frá Bandaríkjunum líkast til, en þetta eru sem sagt, þetta er tegund hugbúnað sem að flest öll fyrirtæki þurfa að hagnýta sér í einhverju magni til þess að halda utanum sinn rekstur. Já. Og í grunninn eru svona ERP-kerfi, fjárhagskerfi. Eru það, þú veist, Business Central er ERP? Business Central er ERP. Hvað fleira? SAP er ERP. SAP er hvað? SAP er svona stórt ERP-kerfi upprunni í Þýskalandi og er í einhverju notkun hérna á Íslandi. SAP? SAP, já, SAP. Er þetta mest megnis allt heilsalar og byrgjar eða hvað er svona útgerði með þetta? Sko, í SAP-inu þá, sko, bankarnir hafa nú eitthvað verið með þetta. Svona logistics aðilar hafa verið með þetta, fjarskiptafyrirtæki hafa verið með þetta. Þannig að þú vinnur bara þvert á alla bransa? Nei, ég er ekki í SAP, ég er í Business Central. Já. Og Business Central er ERP-kerfi sem er í eigu Microsoft, upprunalega danskt. Og ég hef mjög gaman að því að hallmæla dönum, alla jafna. En þeir verða að eiga það, danirnir, að þeir kunna búa til mjög öflugan og notendavænan hugbúnað fyrir. En byrju, hvenær kaupa Microsoft þetta? Það er aldamótin. Þetta hét sem sagt áður Navision. Og þið hafið kannski notað ég er nákvæmlega, sko. Já, en það er samt ennþá til Navision í einhverju útfærslu, eða er það bara... Nei, í raun og veru er það ekki, það er ekki lengur selt. Nei, ég skil ekki. Ég hef reynslu af Navision, sko, sem, Og ég man, sko, í bókfærslu í menntaskóla, að þá lærði maður aðeins á Navision. Já. Það voru svona advanced kursar í bókfærslu. Hvaða menntaskóla varst þú í? Vestlunarskóli Íslands. Já, fékkst þú þetta líka? Við var Vestló. Nei, ég var reyndar ekki, en ég fór í háskóla. Þá var þá var rauninni kennt á þetta. Það var svona grunnáfangi í bókhaldi, sko. Ég var nú bara upp á pappír, sko. Maður var að kaupa svona þrýrið. Já, ég reyndar fór í þannig. Ég fór í þannig í Vestló. Klossi, hann hétt Klossi. Tóma Bergs. Þannig að þið lærið á Navision í menntaskóla? Aðeins. Það var svona aðeins smjörþefurinn af þessu. En þetta er sko Business Central, þetta er í rauninni sko, þetta er ekki bara Origo eða hvað, það eru fleiri fyrirtæki með aðrar útfærslur eða... Nei, sko, þetta er þannig að Microsoft á og við heldur og þróar þessa lausn, kvöldmynda lausn. Og þetta er í raun og veru, þetta er svona þannig samstarf Microsoft og aðila, ég tilheyri hópi fyrirtækja sem eru svona, vendorar, svo kallar svona þjónustu aðilar og líka hugbúnar þróunar aðilar ofan á Business Central. Já, og þið eru að þróa eigin lausnin ofan á. Nákvæmlega, sko. Já, þetta er svona eins og eitthvað sólkerfi. Nei, ég veit ekki hvort það sé rétt að... Jú, þetta er svona einplán þetta og það er allir einhvern veginn að vinna í kringum hana. Nákvæmlega, en ég veit áttum ekki að... Við erum eigum eina mynd á einni glæru, sko, sem lýsir BSC umhverfinu sem sólkerfi, sko. Já, er það? Já. Vá, getur þú gefið mig klapp? Þá sjaldan þegar Iddi fer út í game-pælingarna. Þetta var spot on. Klapp á Idda. Það væri gaman að fá þess að mynd senda. Prenta þetta upp á vegg og gefa Arnaldi jólagjöf. Senda þess að mynda þig. Herru, áður en leikri haldið, þá vil ég koma að Jómfrúnni. Já. Það er gamli góði Sumadjassin, hann er ennþá í fullu svingi. Fer að ljúka eða ekki? Jú, hann svona fer nú að ljúka. Ertu eitthvað í jazzinu með það? Nei, en ég er mikið í Jómfrúnni. Og ég var nú á Jómfrúnni bara núna á laugardaginn og hitti þar Jakob. Já. Og við Jakob vorum að ræða ársreikninga ársins 23. Nú, býtu hvað fóruð yfir?
Hver einasti gestur sem kemur ykkar þekki Jómfrún, nei, þekki Jakob sko. Já, Jakob nokkuð brattur. Já. Jakob brattur. Já, eftir ásegning 23. Já, ég trúi því. Þú fékkst. En Sumarjazzinn, hann mun endast út ágúst, það eru 5 laugardagar í ágúst sem gríðarlega vel, myndi ég segja. Já, ok, flott. Og skulum vona að sólin skíni þessa laugardaga, þar færðu rauðsprettu og þar getur líka fengið Yngvi hvað? Karlsberg, eða ekki? Karlsberg, 1 fyrir mig, 1 fyrir þig. Já, alltaf 2. Skálaði þú á laugardaginn? Ég skálaði 2 litlum. Karlsberg? Já, 2, alltaf 2. Alltaf 2. Þið heyrið það Karlsberg 0,0%, allra meina bót þökkum Jómfrúnni og Karlsberg fyrir. Ég vil líka koma inn á Yngvi og Arnór. Já, ég vil koma inn á Teija líka. Eru þið eitthvað í svona integration með Teija? Nei, við höfum ekki unnið á móti Teija. Nei. En við höfum unnið á móti öðrum færsluhyrðum og þróað integration á móti Business Central. Þið þurfum að skoða Við þurfum að skoða Teija og bara Teija ef þið eru að hlusta endilega hafið samband við okkur og tölum saman. Já, við búum til viðskiptasamband hérna í byggjunni. Farin á teija.is, kynntuði málið, það engin falin gjöld, það fast gjald sem mikill kostur. Svo þetta náttúrulega einfalt ef menn að setja upp Shopify síðu hana, þá þetta náttúrulega Teija. Já, það náttúrulega bara heitt í dag að opna netverslun. Þannig að Teija ætti að vera þinn viðkomustaður, þar þökkum þeim kærlega fyrir. Herðu, hefur við ekki bara dempa okkur aðeins út í þetta? Hjólum aðeins aftar. Hvaðan ertu? Hvernig enda maður eins og þú í Versló? Ég bjó Steinsnar frá Versló. Já, ok, þetta bara hverfi skólinn. Já, við fórum þetta nokkur úr Hvassaliti skóla í Versló og bara, átti mjög góðar stundir í Verslónaskóla Íslands. Þið hafi ekki verið á sama tíma? Jú, þú ert 92, ekki? Ég er 91. Nei, 91, já. Þú er 93, sko. 93, já. Ég næði honum síðast ári, ég kem inn í Versló á öðru ári, sko. Þið hafi barist á einhverju balli, ég sé það. Dreif þeim. Já, lítið við það hérna. Ok, þú ert verslingur, hvað svo? Fer úr Versló í háskóla, fer í lögfræði. Það fer í lögfræði? Við erum með master í lögfræði, vinnum eftir útskrift hjá rekstrarfélagi verðbréfa og rekstrarfélagi verðbréfa og svona sérhæðra sjóða. Þar í cirka 12 mánuði, fer síðan í ferðaþjónustu, læri þar talsvert vel á Business Central. Hvað erum við að tala? 2013, 14, 15? 2016, 17. Já, það er bara hápunkturinn, það er alltaf að gerast á. Alltaf að gerast á og það er sko mjög gaman að vera í ferðaþjónustu á þessum tíma og það er þessi tímapunktur fyrir COVID, þar sem að allt í einu fer að vera einhver framlegð, einhver EBITDA út úr ferðaþjónustu fyrirtækjum, hótelum. En byrju, hvað ert þú þarna, 2015-16? Segir þú sérst í ferðaþjónustu? Já. Varstu hjá einhverju fyrirtæki? Já, ég var starfsmaður hjá fjölskylda mín er búin að vera í ferðaþjónustu mjög lengi og fór hans að vinna fyrir þau og í COVID að þá ákveði ég að það sé kannski ekki málið að vera með familíuna í ferðaþjónustunni. Allt í haki? Allt í súpu og maður er bara að bíða eftir næsta stuðningsláni og í raun og veru sko. Og hann að ég nýti mér fæðingaróla sem ég býðst og tek mér hans frí og fer síðan að vinna í hugbúnaði og er búin að vera hjá Origo núna í næstu í 3 ár. Þetta er ekki algengt svo sem að fara útskrifast sem master í lögfræði og fara svo út í rauninni svona tækni bransan. En sko lögfræðin eru þetta hrikalega góður undirbúningur fyrir hvað sem er. Ég er eiginlega sammála því, bara fyrir atvinnulífið, viðskiptalífið, þá er lögfræði einhver besti. Ég lærði að skrifa í háskóla, vil ég meina sko. Það er ekki dælilega gott að ég held sér góða punktur. Að þurfa að skrifa bara 40 síður sko, bara einhverju prófi. En hvað þú segir að fjölskylda sér í ferðaþjónustu, hvað voruð þið með ferðir upp á jökul? Nei, þetta er hótelrekstur. Hótel, já. Þetta er hótelrekstur. Það er náttúrulega, ég hugsa aldrei um hótel þegar ég er í ferðaþjónustu, ég fer alltaf að hugsa um túrana og það. Og hvernig var að vera með hótel þarna á þessum 5 árum? Ertu bara að horfa á nýtingarhlutfalli Skyrocket ár frá ári eða var þetta orðið 90%? Nei, þetta var orðið nokkuð gott sko á þeim tíma. Og það er svona árin 2015, 16, 17, 18. Ég held að það sé sko 2016, 17 þá er bara fyrst einhver EBITDA út úr gistirekstri. Það er bara þetta er bara búið verið erfitt í 100 ár sko. Já, 2000 ár. Eða bara frá landnámi. En hvernig, á þessum tímum er þetta alltaf gaman að fara út í svona markasetningu því að markasetningar sem við þekkjum í dag, þetta
gengur rosalega mikið út á bara að vera háttreitaður á TripAdvisor og öðru Booking, eða ekki þingst þarna. Þetta var nú ekki orðið þarna þá 2015, Jú, og Booking þú veist, ég ætla sko, þetta kannski aðeins orðið hátt lýsenda sko, þú veist, ég kannski, þú veist, hérna náðið mér í smá gas. Ok. En sko, ég held að Íslendingar áttu sig ekki á því sko, hvað við erum háð Booking í raun og veru svona inbound ferðaþjónustu. Og ég held að Íslendingar áttu sig ekki á því hversu stór hluti af allir framlegð úr sölu, raun og veru, kollega framlegð, úr allri sölu á gistingu farið út úr landi í þóknunum og þess og þar. Þannig að þetta svakalegt sko. Þú veist, ég hugsa sko, ég nú ekki með tölunar frá mig, en ætla að sé ekki, þú veist, helmingur uppruna bókana, svona sögulega, sé Booking, Expedia. Já. Og þú veist, þetta allt í eigu erlendra aðla. Já, og hefur verið að sjá þetta hækka frá þessum. Ég ætlaði nú að vera búin að hólka mér hann inn, þá var maður kannski að fá eitthvað smá varða á þessu. Sko, já, en svo þetta svo áhugavert, sko, vegna þess að þú skoða virðiskeðjuna alla leið, þá sko stærsti byrgi Booking og Expedia svona sögulega, ég hef ekki verið í þessum rekstri kannski 4 ára eða 5 ára. Þá það Google og það að keppast auglýsingar á Google. Akkurat. Þannig að þetta endar einhvern veginn allt í vasanum á Google og Facebook í raun og veru, sem mjög áhugavert. En eitt með það, og þegar ég sammála þetta hrottalega þóknanir, og ég man bara þegar maður hjá bókun að sjá bara í ferðarþjónustunni sjálfri, þá fór það oft mjög hátt. En svo var ég núna á tenni í fyrst skipti og þau að dæla á mig tölvupóstum, Tagoro, fór á Tagoro eða við farið að segast, ég bóka fyrstu bókunni gegnum Booking, svo reiknaði ég með að núna bara næst, þá bóki ég bara beint. Er það ekki að aukast eins og hérna heima? Snýst þetta ekki að þegar þú farið einhvern aftur, þá vilt eiga hann 100% versus að hann fara aftur í gegnum Booking? Þetta snerist alltaf miklu meira Er það nýtt trend að þú farið að hugsa heyrðu, ég kom með tölvupóst í honum, ef hann kemur aftur, þá vill ég hann bóki beint og hann fær 10% afslátt eða hvað það er? Nú, ég er ekki alveg með á hreinu hvað er búið að gerast síðustu kannski 2-3 ár. En það sem að gerist sko er að ég ætlaði ekki að ræða við ykkur ferðarþjónustutækni sko. Jó, endilega. Geta alveg sko. Við förum út við á völlina. Það sem er í boði núna fyrir hótel og það er að fara í raun og veru að bjóða gegn Booking, Expedia og öðrum í auglýsingar á Google sem dæmi. Og Google er svona stærsti aggregator fyrir gistingu í heiminum og í raun og veru þú sem lítill hóteleigjandi á Íslandi getur allt í einu farið að birta þína eigin bókunarvél sem er þóknunarlaus bókunarvél til höfuðs, þú veist, Booking og Expedia á Google. Þú veist, þannig að þú leitar eftir gistingu á Austurlandi, ég ætla að gista hérna á Höfn. Fyrir að Google leitar á Höfn, leitar á hótel á Höfn, finnur eitthvað hótel, huggulegt hótel, ég ætla að leita eftir þessu hóteli. Google birti niðurstöðu sko frambúð og verð og þú getur bóka beint af hótelinu þessi verð. Er Google þá byrjað að taka svona slaginn með litlamannum gegn? Já, en þú ert að borga fyrir þetta, skilurðu? Já, Google náttúrulega græðir alltaf. Jú, Google græðir alltaf, sko. En það er búið að gefa hóteleigandanum, rekstraraðalanum einhvers konar vopn til þess að, þú veist, mæta Booking og Expedia. Manstu einhverja tölur? Er þetta ekki mitt orðið hrottalega hátt, þú veist, kost per klikk og svona? Jú, ég er ekki með neina tölur í kollunum, sko. En þetta allavega, þú gast mjög auðveldlega mótilaði í það að þú mættir eyða miklum pening gegn Booking og Expedia í eigin auglýsingar. Það var alveg þannig, sko. Já, áhugavert. Ég sko, gaman að þú sendir þetta með talar um þetta með póstinn því að ég er á núna bara lojal hótelkeðju sem að ég fer til tenni. Já, akkurat. Þú veist, fer bara inn í póstinn og bókaði genið það. Þetta er held í 3. skipti á 3 árum sem að ég er að bóka. Já, þá ert að styðja hana beint, hótelkeðjuna og þau eru ekki að gefa alltaf einhvers afslátt? Já, ég fæ eitthvað promokód og þú veist, svo 5% svona klúbaaðgang og þú veist, eitthvað. Getur verið að tenni farar séu bara lengra komnir en við? Eru íslensku hótelin kannski að Já, svo er þetta svo misjátt sko. Ítalía veit ég, þú veist að það er mikil tækniskuld þar í ferðarþjónustu. Tækniskuld? Geggjað orð, tækniskuld, geðu honum klapp, geðu mannum klapp, ég hef aldrei heyrt það. Í alvöru, strákar, hver er að mæti viðtölinu? Ég mun tala mikið um tækniskuld. Það er Jón Björnsson, hann var ekki tækniskuld. Já, ok. Herðu, sko, ég horfi hlýju auga til og ég tel að þessi mikil til vinna í bæði Grænlandi og Færeyjum ferðarþjónustunni og ef það er einhver íslensk svona ferðarþjónustu startup þú veist, sem að vilja fara á vaxtarsvæði myndi ég halda að það væri mjög spennandi kostur.
Já, semast þú sér tækifæri þar. Já. Þegar Pólar Amarok ekki búið að finna allt nikkelið, þá fara að finna ferðamenn hana líka. Hún að finna allt gullið, nikkel og kopar, ferðamenn næst, kemur inn í kelduna, vorum að finna ferðamenn. Alltaf að finna eitthvað. Breyta starfslýsingu fyrirtækis. Alltaf að finna eitthvað. Heyrðu, en hérna, bara með þetta, til að rappa upp hótelárunum, varstu bara, hvernig þetta að vera í fjölskyldurekstri inn í hóteli? Ertu með eitthvað eitt starfskildi eða ertu bara í öllu? Maður í öllu sko. Já, skiptum á rúmunum. Já, skiptum á rúmunum, já. Þetta er mjög romantískt. Og ég er mjög heppinn að ég er svona tiltölulega nýkomin á fast sko þegar mér býðst þetta verkefni. Og ég gatt sannfært kærustu mína til svona 2 mánaða að flytja með mér vestur á Snæfellsnes og þú veist, ef einhver tíman sko, þú veist, ég vafa það sko, hvort að kona vilji vera með ykkur spurja hana hvort þið vilja flytja stöðst á nesið, skilur ef hún segir já þá er þetta bara marry that girl, skilur, nákvæmlega þannig að það var mjög romantískt og mjög skemmtilegt og mjög svona hlýjar, góðar minningar úr ferðarþjónustunni. Var þetta að byrja að vera alltaf, ég held þú sért fyrsti maðurinn til að koma og ræða við okkur hótel. Þess erum við að negla okkur á þeim með hótel. Það er mjög áhugavert. Sko ég nefnilega, þó þið ættu að fá fleiri hótelaðilinn og þannig að það sko, og kannski svona, jú, þú veist, það er nú verið gaman að fá einhvern sem var í sjá Íslandshótel útboðið til að koma inn, skilur að ræða. Það klikkaði svona síðustu stundu að fá þann mann, en En það já, þú veist, ég er með, ég fór í háskóla í Sviss, lærði með MBA. Býtu, hvenær var það? Varst ekki... Jú, það inn á milli. Já, námstrákur. Ég byrjaði á því árið 2020 og var að klára það núna 22-23. Og það var svona fjarnám með staðnámi. Og það sem að gerist þar er að flott prógram, flottur háskóli, fullt af flottum samnemyndum. Við áttum að hittast 5-6 sinnum í Sviss í einhverju svona staðnámi, einhverju hörku. Gerðist aldrei út á COVID. Þannig ef þið að fara í MBA-nám, þá hvet ég ykkur til að ganga úr skuggum það að þið geti mætt allavega einu sinni. Þannig að þú sást aldrei samnemyndur? Sá aldrei samnemyndur, nei. Og hitti aldrei prófessora, bara á Teams. En var þetta þá eitthvað MBA-nám tengt hótelum? Já. Er ekki mjög vinsælt að fara þarna í hótelstjórnum? Jú. Af hverju er vinsælt að fara til Sviss í hótelstjórnum? Það er bara sagan. Það er bara ótrúlega söguleg skýring að baki í raun og veru. Það er bara fyrsti hótelskóli í heiminum í Sviss og mjög flott svona gróin hótelfélög í Sviss. Eins og Marriott Marriott allt í góðu. Nei, Marriott er amerískt félag. Accor er stærsta félagið í Evrópu en það er franskt reyndar en með mikla starfsemi í Sviss. En það er eitthvað svona, bara sögulegar skýringar. Alltaf svo mikið að ganga á því. Ég hef alltaf heyrt fólk tala um að alltaf fara í hótelstjórnum til Sviss og ég hef aldrei skilið Sviss. Og það eru skólarnir í raun og veru. Er ekki svona að fara í flugum frá stjórnum til Grikklands? Er þetta ekki bara svona einhvern veginn heitasti? Jú, einmitt. Er það málið það? Já, vissir það ekki? Nei, ég hef ekki til það. Ok. Já, skemmtilegt. Heyrðu, ok, þannig þú ert búin að læra þetta. Þú varst í öllu, hvernig tengist Anna, sorry fara fram með mér gaman að fá þig hótel twist, skemmtilegt en það sem voru að tala um áðan það sem voru að Google fara að hjálpa minni hótelum að bjóða móti er það bókunavél þá í gegnum Origo eða er það eitthvað annað? Já, sko Er Origo að vinna í hótellausnum? Nei, Origo var í hótellausnum en er í dag partner í hlutafi í félagi sem heitir Flekaskill og GoTo meðal annars er þar undir. Alveg rétt, runnuðu þau ekki saman og Origo á hlut í því? Nákvæmlega. Og fór þá einhver laust frá Origo þarinn? Já, sem að tengist hótelbókunar? Já, meðal annars. Og það er svona minn bakgrunnur í hóteltækni sko. Já. Þó sem ég var alltaf mótaðili að hagnýta einhverja lausnir og svo prófaði ég að vinna sem vendor fyrir hótelin í tækni. Og á þessu tímapunkti þá er nú býðst mér að fara yfir í Business Central hjá Origo. Já, og Business Central og hótel, er það bara matchmade in heaven? Já, í raun og veru sko, en það er samt, þú veist, það vantar aðeins upp á það að hótel sé að hagnýta sér þessar lausnir. Ok. Vantar aðeins upp á það. Hvernig þá? Þú veist, bara útskýrðu það fyrir. Ég held að Business Central væri bara lager,
og bókald talar einhvern veginn saman? Nei. Okay. Hvað varst að lesa? Þú veist, ég hef örugglega lesið mjög lítið þetta Sko, svo ég fari nú bara aðeins kannski í hvað Business Central Ég leið mér að byrja þar og þá það sem sagt í grunninn, fjárhagskerfi. Það að segja eins og bókalds námsefnið sem að þú varst með í menntaskóla, þríritið góða. Já, þú veist, þú ert bara með einhvern ledger, þetta heitir bara ledger eða svona færslubók og eða færslur og þú ert bara að skrifa færslur, bara debit og kredit og ofan á það er búið að smíða sem sagt síðan sölukerfi, viðskiptamannakerfi, lánardrottnakerfi, sjóðakerfi eða bankakerfi, byrðakerfi og alls konar fleira sem allt sem sagt talar við þennan fjárhagsgrunn. Þetta er bara allur pakkin í rauninni. Í rauninni og svo aðeins meira sko. Þú veist, vegna þess að þetta er það sem kemur standard svona að mestu og Microsoft er alltaf sko að þróa og viðhalda og bæta og breyta til hins betra. Og svo eru þessir íslensku vendorar, þar á meðal Origo, að þróa lausnir fyrst og fremst fyrir íslenskan markað. Og það eru þá í raun og veru svona íslenskar specific lausnir, skila á gjöldum og sköttum, þetta eru virðisaukaskattslausnir, þetta eru launakerfi og staðgreiðsluskil, þetta eru bankasamskipti, greiðslur innheimta, þetta eru alls konar svona og svo þetta í viðbót þá eru samþættingar við þriðju kerfi eða utanáliggjandi kerfi og það er mjög algengt sko að íslenska verslanir sé að nota eitthvað, tala um verslanir núna, sé að nota eitthvað kassakerfi til að selja og kassakerfið auðvitað, þú veist, það er gott í því að dútta, að skanna og selja, skilurðu, en þú skilur ekki auðvitað vaskuppgjör úr kassanum, þannig að þú veist, þá ertu með tekur færslunar eða söluna úr því kerfi og matar síðan í fjárhagskerfið þitt. Er menn í alvöru neð þá að gera það þannig? Já. Aha. Hvað helst of menn? Ég held að vera löngu búið að leysa þetta bara á baku tjöldin sko, að þú veist, þetta færi bara beint inn í það gerir það auðvitað einhverju leiti sko, en alls ekkert alltaf sko. Og þú veist, og það eru eins og til dæmis LS Svítan, LS Retail, LS bara allt saman, LS Retail og LS Hospitality og allt saman sko. Þá eru menn búin að hugsa, þú veist, sölukerfin, kassakerfin, veitingastæðkerfin ofan á BSI og þegar þú lokar deginum í LS þú veist að þá í raun og veru ertu að bóka í fjárhag í BSI og en svo ertu með þú veist aðeila sem eru með ótengd í raun og veru sölukerfi og fjárhagskerfi þú veist og það ertu að bóka tekjurnar í færslubók eða með einhverju tengingu og það er þá bara manual labor? Já, það er einhvern tilfellum en sem sagt við í raun og veru höfum verið að þróa lausnir það sem við erum að hagnýta í raun og veru þá tölum með þjónustur til að sækja fjárhagsgögn, sölugögn, viðskiptamannafærslur úr þessum þriðju kerfum og bóka í fjárhag í BSI. Og við vinnum til dæmis með Sales Cloud, við erum þróum tenginguna við Sales Cloud og þannig að verslanir sem nota Sales Cloud, þar getur bókað söluna úr Sales Cloud í BSI. Já, og það er þá svona dæmið að hvernig kassakerfi er með eða allan pakkan, með tengingu við ykkur. Já. Ef einhver kýs að tengja ekki við ykkur þá eru að tala aftur komin í þetta manual bara einhver þarf að eða eitthvað annað kerfi skilur þú veist en það eru þetta out of scope ræðunur kerfi ætlum ekki bara að ræða BSI Jú hann er það en sko já þannig að þetta er auðvitað stór hluti af því sem ég er að gera allan daginn það er að segja veita ráðgjöf í þessu hvernig fyrirtæki eiga að halda utanum tekjur og kostnað hvernig þau mynda rekstrarreikning og Hvað eru svona stærstu mistökin sem menn er að gera í dag? Já, frábær spurning sem ég ótrúlega rætt með að svara En þú veist, er einhver að koma inn tíðin bara með allt niður sig og þú er bara, já við getum bara leist þetta með og skráði eða er þetta ekki svo einfalt? Það er raun og veru, það er lítið að gera einhvern veginn fyrir menn sem eru með allt niður sig til lengri tíma Það er svona, og við kannski erum ekkert, þú veist, þá að Arnar, þetta leysir ekki þín vandamál bara með 103 Þú veist, við erum ekki þá að koma inn eitthvað, þú veist, og einhverjum björgunum, sko. Þú veist, við erum eitthvað meira að fá niðurskiptavinni sem að hafa áhuga á einhverju stafrænni vegferð, einhverju sjálfvirkni vegferð í fjárhag og styðjum við það. Og kannski, jú, þú veist að ef ég verður með eina beiðni til minna mótaðila, og þá er kannski, þú veist, þú veist, verður búin að hugsa eins meira það hvernig þú vilt setja upp rekstrarreikninginn, þú veist, og efnahagsreikninginn og deildaskipta og svona hvernig þú vilt sjá þetta þú veist, áður en að við vöðum að stað
svona, þú veist, ég er alveg til að vinna hlutina hratt, ég er til að vinna hlutina svona dýnamíst og skemmtilega en það er svona, þú veist, það áðalega til að gerast að maður er komin út í miðjá og allt í einu bara, heyrðu, já, nei, ég vil gera hlutina svona. En þú talaður á hana að mættu vera fleiri hótel. Hvað eru hótel sem er ekki að nota Business Central í dag að fara á misvið? Geðveik spurning. Takk. Það er góða. Ég held að við skrifa 2 greinar þetta. Ég bendi fólki á að leita til þeim. Sko, það sem fólki kannski að fara á misvið er kannski svolítið íkt að segja að fólk sé að fara á misvið eitthvað. Kannski ekki alveg rétt að hvað er líka tækifærin fyrir þá sem nákvæmlega. Sko, það er raun og veru það er margþætt og þetta við hótel og alla aðra sem eru í rekstri í raun og veru og það er sko ég er ekki eðmæltur, þetta var bara eitthvað smá fréttana það er í raun og veru það að vera með nýjustu útgáfu af fjárhagskerfinu í skíinu aðgengilegt hvar sem er svo sögulega hafa þessi kerfi verið hýst einhver staðar og þú þarft einhvern veginn að auðkenna þig með einhverjum krókaleiðum til að komast inn í gögnin þín en þarna ertu raun og veru bara að nota sko, Microsoft auðkennið þitt ef þú ert í Outlook Office 365 að þá var það auðkennið þitt sem er notað til þess að fara inn í fjárhagskerfið þitt eða BSC og þú gerir þetta úr hvaða tæki sem er úr tölvunni í vinnunni, tölvunni heimi og þér úr símanum upp í rúmi þessuna og það er fyrst og fremst það aðgengi að gögnum það eru líka í raun og veru þessar uppfærslur sem eru núna í raun og veru svona meðaltali til 4 til 8 vikna fresti þess að vera að uppfæra BSC með nýjustu útgáfu þannig að þú ert alltaf í nýjustu útgáfu þú ert ekki að búa til tæknisskuld annars skipti sem notið orð þið munið heyra vonandi oftar þú er raun og veru ert komin í þannig mótil að þú ert ekki að búa til tæknisskuld í fjárhag vegna þess að þú ert komin í BSC í skínu Microsoft sem á BSC segir að þú verðir að uppfæra það er ekki búið fyrir að vera í eldri útgáfum og svo er það í raun og veru þessi sjálfvirkni og þessi fækkun svona handtaka sem að þú nærð fram með því að vera í BSC og þá er það í raun og veru með því að hagnýta auðvitað þessi sjálfvirkni sem er innbyggð í BSC en líka þá í raun og veru að nota þessi sérkerfi sem íslensku byrgjarnir hafa þróað á borð við innheimtu bankasamskipti, virðisaukaskattsskil og alls konar sko. Er stærsti keppinauturinn í þessu eins og þessi mörgum öðrum hugbúnaði að þú ert bara að keppa við Excel eigandinn er bara, mér finnst bara gott að exporta setja það bara upp sjálfur Ég er í Excel eins og það er í dag Já, það er bara eins og þurfum stærsti keppinauturinn okkar í bókum var bara Excel og í svo ógeðslega mörgu þá ertu að búa til laust það sem að fólk segir já, ég setja þetta bara upp í Excel og svo er ég bara manuál í 4 tíma að græja skýrsluna í hverju mánuði Erfitt líka þegar þú ert komin inn í mikil umsvið sko ótrúlega algengt samt að þetta er bara það tól sem að allir þekkja og geta bjargað sér sjálfur í og þú getur, mínu vegna mátt alveg vera með bókvöldið þitt í Excel, skilur en þú veist en hvað ætlar að hýsa þetta Excel-skjal og hvernig ætlar að tryggja það að falli ekki í rangar hendur og hvað ætlar að gera ef þú það hefur auðvitað líka mikið að gera bara með öryggi algjörlega, svona öryggi og aðgengi í raun og veru og rekjanleika mikið svona notendastýringu hvaða aðili hefur aðgangað, hvaða gögnum, hvaða kyrslum, þú veist, ætla ég að leyfa bókaranum sem kemur undir mín í 6 vikur í afleysingum að, þú veist, fá aðgang á öllum gögnum eða á hann bara að vera í bankabókaldi, þú veist, sem dæmi, skilurðu, og við erum að veita líka þannig ráðgjöf, við erum að stýra fólki í raun og veru, svona í hvaða átt að fara í hlutverkum, í notendumsjón og í svona aðgengi og öryggi. Talandi aðgangsstýringu, ég verð að koma því að Síminn Pay þar eru við nefnilega með aðgangsstýringu sem getur verið anskoti hendug og ég veit núna, ég má nú kannski ekki segja það en það er stórt fyrirtæki, það er risastórt fyrirtæki núna að þetta inn í Síminn Pay þannig að þið sjáu það, þetta er ekki bara fyrir fjármálastjóra í Seðlabanka Kópavogs, þetta er líka fyrir risafyrirtækin og það er verið að panta bara 100 korta á fólk með aðgangsstýringu bara heimild, 10 skall einhvern fari ellendis þú fær bara 3 koktela í kvöld ekki meira limitað búið að limita þetta kemur í orðu gott smá ég er alveg vissum það hafa heimil að þér á barnum þetta heyri það Síminn Pay þetta var að tröðlega öllu að rópi fyrir bara skráningar er búið að opna?
Ekki lengur biðlisti? Nei, hann er ekki lengur, þannig að núna bara skráðu ykkur. Já. Þannig að við þakkum Símoni Pay kærlega fyrir tjekkið á þessu. Ætli síðasta skemmtilega KSÍ-ferðin hafa verið farin? Já, í boði Símons Pay núna. Verið að loka fyrir allt þannig. Herru, ég vil líka koma inn á hafið. Já, sko, það er ekki bara ferskur fiskur. Nei. Það er líka tilbúin réttir. Það er vissulega ferskur fiskur í þeim réttum. Og ég veit, þú varst nú að prófa eitthvað nýtt í vikunni, var það ekki? Jú, sko, ég ætla samt ekki að fókusera á það. Nei? Heldur ætla að spyrja, hvaða víni mælið þú með fisk? Já, þetta er þetta. Þú ert svona allt múlíkt menn út í víninu líka. Vá. Herðu, með fisk. Hvaða fisk? Þorsk. Grillaður þorskur eða steinbítur? Já. Hvaða vín frá kallinu er verið að mæla með? Sko, það er svona, já, það er svona mjög auðvelt að mæla með frönsku eða þýsku hvítvíni með fisk. Og ég er mjög hrifinn af hvítunum frá Loire-dalnum, sérstaklega Sancerre hvítunum. Er það í Þýskalandi? Nei, það er Frakkland. Það hljómar sem franskt, sko. Já, og svo náttúrulega Ég er með menningablindu, ég veit ekki mun á milli Frakklands og Menningablinda. Mjög gott. Og svo í svona svona mín uppáhaldsvín í dag eru svona vel svona bodyuð ríslingvín, spitleysi ríslingvín og mér finnst mjög gott að drekka þau með fisk. Í þorski má líka drekka svona léttan rauðan og þá eru portugalsk vín svolítið skemmtileg. Þið heyrið það? Já. Rautt með þorskinu? Hafið, fiskur og rautt? Það er eitthvað nýtt. Þið getur drukkið allt með þessu. Já. Og þú veist, og það er sko ég var til dæmis ég var að selja vín í pörun á Óks og þar var verið að bjóða upp á Pinot Noir frá Sancerre með skötusel, grilluðum skötusel. Það var geðveik blanda. Þið fáið skötusel í hafinu? Það ekki? Ég held að fæst allt í hafinu, við þökkum þeim kærlega fyrir. En herru, þá er það bara áfram með smjörið. Herru, já, sko, þið afsakið þessa truflun. Við erum búin að vera að ræða, lífið mér eins og þetta sé svolítið eimaða stórnotendum. Já. Hótelin, hingað ert þú komin, þú ert ég ætla ekki að segja braskari, þú ert að byggja upp side business með vinnunni sem er þá að selja kaffivélar, ekki kaffi og vín. Hvernig nýtist þetta þér? Baunir og ber. Baunir og ber.is. Nei, baunir.is. Minn rekstur on the side er kaffivélar og vín. Við prófuðum kaffibaunir. Ég ætla ekki að afskrifa það sem rekstur en okkur gekk ekki vel. Er það hark eða? Það er rosa volume business og maður er ekki í því með dagvinnu. Nei, ok. Upp á hvað að gera? Þarf alltaf að vera skuttlast eða? Já, þú veist, framleiðin út úr hverjum poka er bara það lítil að þarf eiginlega að vera það lítill einhvern veginn að það er eins gott á sért í voljúmi, skiljum við. Og þú veist, og við sjáum það það eru, sko, þessi íslensku handverks kaffiristarar, bara ég elska ykkur, ég ber ótrúlega virðingu fyrir ykkur og bara takk kærlega fyrir að nenni þessu, ég veit hvað þetta er ógeðslega mikið hark en minn rekstur er innflutningur og netverslun með kaffivélar og svo er ég heildsali með vín. Þannig að þú reyndir að fara út í að selja kaffi. Ég prófaði það. Bara retail eða? Ég prófaði netverslun með kaffi. Ertu að kaupa frá Nicaragua eða Kólumbíu? Nei, þá var ég reynda bara í samstarfi við íslenskan ristara sem seldi mér kaffi og ég seldi áfram. Íslensku ristari? Já, við hefðum þurft að fá hann aðeins fyrir hérna. Já. Ok, og lýstu því að það var bara dýrt að vera ristari heima og... Já, þú veist, hún gengur vel. Já. En þú veist, það er ekkert pláss fyrir einhvern veginn tvo í þessari virðiskeðju, það er bara þú verður bara að rista og selja sjálf, og það er fínt business. En var konseptið þá að fara að selja í pókum eða varst þú að reyna að selja með vélinn inn á einhverja? Ég var að selja bara í pókum og þetta var auðvitað bara einhver tilraunastarfsemi, eitthvað skemmtilegt og við áttum okkar eigi blend og seldum alltaf fyrst og fremst bara einhverjum í kringum okkur og svo bara sleppum þessu, bara, come on. Ert þú að rappika robusta maður? Ég er að rappika. En ég er rosa fram og tilbaka í þessu. Ég er alveg bara, þú veist, það er bara einhvern dagamunur hvað ég vil, sko. Já. Og þeir eru út að starta deginu, hvað kreifar þegar þú skriður fram? Já, ég er núna á þeim stað, ég á 12 vikna barn heima. Takk fyrir. Og það er svona, þú veist, það orkustíð á heimilinu er ekkert kannski, svona, þú veist, með besta móti. Skilur það er ekkert mikið verið að sofa, sko. Nei. Og ég vil fá, svona, ég er núna þar að ég vil fá dökkan ítala, velristaðan, svona pínu svona olíu
svona oily, þú veist, og ég vil alveg kaupa bara, þú veist, illi kaffi, skilur. Já, Costa. Já, þú veist, ég þar núna, sko. Eitthvað mörk. Já, eitthvað vel mörk. Já, þú svona hljómar sem ágætis kaffiperi. Já. Og þá hefði maður haldið að þetta veri þvílíkt þversögn, sko. Já, ég veit það, algjörlega. Þú fer bara í illið og... Já, Er það að setja smjör onni í þetta? Nei, en þú veist, það er bara eitthvað tíska. En svona alla jafna... Svona vel oily og... Nei, það er náttúrulega olía sem fylgir baununum. Já, olía, nákvæmlega, sko. En svona, 99% tímanum þá er ég að kaupa, sem sagt, ristakaffi af íslenskum handverksristurum en ekki núna. Nei, og við erum sammála, við tökum hattin ofan fyrir þeim sem nennar standi í þessu. Þetta virðist vera... Hvernig, sko, því við vorum að tala einmitt Business Central fyrir stærri fyrirtæki, þú veist, er þetta eitthvað sem að virkar fyrir eins og bara minni business eins og þú ert að standa í? Nákvæmlega, sko, þetta okkur, þið ættu að vera í þessum. Og er þið ekki með eitthvað sætt líka? Það er ekki 100% starfið að vera podcastari? Það er alls konar, það er alltaf einhver djöfullin í gangi. En þið eru í einhverju svona fyrirtækjagrúski og einhverju ráðgjöf og fleira, eða ekki? Jú. Og þið ættu, sko, ef ég ætti að ráðleggja ykkur eitt, þá ættu þið að læra BSc. Þið ættu að læra BSc. Ok, og kent okkur? Já, nákvæmlega. Þetta er þannig og þetta er þannig að maður segir orðið Navision og fólk auðvitað bara, þú veist, ok, er þetta ekki óslega dýrt, er ekki óslega pakki, einhver innleiðing Einmitt. Þetta hljómar er svo voða ég veit það, já. En BSc er í raun og veru bara svona software as a service módel, þar að segja að þú greiðir mánaðarlega áskrift fyrir einn notanda að BSc og svo áskrift kostar kannski, segjum hann kosti 10.000 ánvask á mánuði, einn user. Þú færð alltaf viðbjóslega mikið fyrir þennan 10 skall, sko. Þú færð aðgangað ógeðslega fullkomnu fjárhagskerfi, sölukerfi, byrðakerfi, lánadómnakerfi, viðskiptamannakerfi, bara þú getur í raun og veru keyrt, þú veist, hvað business er mér á þessum eina user og svo þarftu auðvitað að greiða fyrir sérkerfin, þau skalast yfirleitt með fjölda notenda. En svona, segjum að þú sért með rekstur, versluna sem að kannski 2-3 þurfa að vera að skrifa, þú veist, í fjárhag, áskriftin mánaðarlega ætti að vera í kringum svona 40-50.000 ánvask. Ég tala svolítið í ánvask. En þegar þú segir skrifa í fjárhag, þá er leifið er skrifleifi. Svona lesleyfi er hans ódýrari. Þú máttu bara lesa töflur, en ekki skrifið þar. Þetta er eins og read-only Excel-skjalið. Já, akkurat. Þannig að þú veist, ef maður er einn í business, þá væntanlega er þetta ekkert að fara yfir þennan eina notanda? Nei, raun og vera ekki. Og hvernig er með þig í þínu business? Já. Áttu þetta geitni, er eitthvað með þér? Við erum 2 partnerar í þessu og við erum með 2 leyfi, skilur? Já, akkurat. Stöðum bara með, hann er með Baldvin Hugi heitir hann og ég byrð kærlega að heilsa Baldvin og ég vona hann hafi Shoutout á hann. Vona hann hafi áhuga á að hlusta á mig Gassa. Ég veit ekki hvort hann nenni að hlusta á mig Gassa meira. En það verður þeir í þessu og En þú veist bara fyrstu skrifin. Já. Fyrir hvað notar þetta? Ertu að skrá byrðirnar þarna inn? Já, nákvæmlega. Bara, ef ég lýsi bara svona ops í þessum rekstri. Þetta eru innkaup og þetta er sala. Það er 90% af því sem ég geri í þessum rekstri. Ég er að kaupa inn byrðir frá evrópskum byrgjum. Ég er að flytja þær inn með íslenskum byrgjum. Hvaðan í Evrópu? Apartamento, er þetta þýst? Nei, ítalskt. Kaffivélarnar er alltaf frá Ítalíu. Vínið er frá Portugal, Frakklandi, Spáni, Þýskalandi, Ítalíu. Þú ert með Stone, er það ekki að vera að heitast dag? Stone gengur vel. Ertu með umboð fyrir það? Já, þetta er pínu fyndið orð. Jöfull, við hefum alltaf þú ekki að stela umboðun á honum. Þetta umboðsorð, sko. Það talar enginn umboðun einhverjir íslendingar, sko. Það þekkist ekkert úti, sko. Nú, ok. En ég er búin að sjá þetta. Það eru margir að tala mjög vel um þessa vél. Já, þetta eru mjög skemmtilegar og flottar öflugar heimilis espresso vélar. Og okkur gengur vel að selja þær. En ok, þú bara fyrstu skref, þú ert með BSc, hver og ein vara er sett upp. Já, hver og ein vara er sett upp og sko, þetta er Business Central þetta eru töflur með röðum og dálkum og eitt svona vöru spjald, þú veist, er kannski ein lína í töflu með kannski 120-30 dálkum. Þetta er mjög mikið upplýsingur sem við getum sett inn í BSc hverja og eina vöru, vöru spjaldið. Og það er maður að setja inn sko allt, skilur við. Og auðvitað Þú veist, ert að skrifa eins og bara hvað hún tekur marga lítra á eitthvað svoleiðis? Já. Og meðal annars sko nota síðan Af hverju setur það inn í bókhaldskerfi? Geðveikt spurning. Takk fyrir að spyrja hana. 3 out of 3. Takk fyrir að spyrja hana. Allt er það. Það er vegna þess að ég er með samþætt Shopify
á móti BSC og þá stýri ég vörumasternum í BSC og Shopify tekur til sín allar upplýsingar þannig ég er ekki að viðhalda vörunum mínum á tveimstöðum ég viðheld vörunumasternum í BSC BSC er bara source of truth fyrir alla vörur söluverð, innkaupaverð, lánadrottna allt saman Sniðugt og þú fítar bara beint yfir í Shopify og þetta er þessi Shopify tenging sem að Microsoft og BSC þróuðu saman og hún er lygilega öflug og flott og ég er í nokkrum svona verkefnum í Origo og fyrir séð að það sé mikill vöxtur í þessum stakk Þetta hljómar er svo mikið hagræði sko Nefndu eitt dæmi af hverju þetta er bara geggjur pæling versus að vera ekki með tengt BSC við Shopify Nákvæmlega, vegna þess að þú veist nákvæmlega hversu mikið þú átt að hverju vöru inn í BSC vegna þess að þú keyptir 10 af einhverju vöru og þú ert búin að selja 9 af einhverju vöru bara svo live byrðarhald Nákvæmlega, og svo kannski tökum við þetta dæmi 10 vörur, þú kaupir 10 vörur þú ert búin að selja 9 vörur og þú ert búin að búa til sölu pöntun í BSC í heildsölu fyrir síðustu vöruna þannig að þú áttir að veru engar vörur til að selja þar að segja þú ert búin að reikningsvara 9 taka frá eina og þá þú veist veit Shopify þessi var ekki til þannig ég ætla ekki að vera að selja vöru sem ég get ekki selt vegna sem ekki til bara standby Nákvæmlega, en svo ofan þetta að þá gætur þú verið með innkaupapöntun on the site í BSC og þar segir innkaupapöntunin ég er að fá 10 af þessi seinna vöru og mér er lofað afhendingu í dag og þá getur Shopify lesið þessa pöntun og bætt inn í sinn vöruútreikning þannig að þú átt 10 vörur vegna þess að þú ert að fá 10 vörur í dag þannig að vöru og byrðastjórnunin verður alveg hrikalega þægileg þetta er gott þetta er mjög flott sko og svona stjórnin og yfirsýnin sem þú hefur yfir innkaupiðin og söluna er hrika mikil þannig að og það skiptir ekki máli hversu marga vörur þú veist með í byrðunum hjá þér sko þetta er ógeðslega erfitt að halda utan þetta þú veist með 10 vörur eða 1000 vörur og þetta er væntanlega að nýtast þér vel í þínum ég er ekki að segja að ég selji kaffi okkur en degi en já, þetta skiptir sem og líka bara þetta öryggi ég veit bara það sem ég er að byrta á netinu er rétt ég mun aldrei lendi í þeim vandræðum að það getur keypt vél og ég bara hún kemur eftir 3 vikur afsækið, og jú, þetta er alveg spennandi hvernig hann selja vörur sem er að koma og svona, en þá verður líka bara að taka það fram, verður bara upplýsingarnar á hreinu, verður bara að vita hvernig þú ert að fá vörur sem er afhent. Þannig að þetta, í þessu keisi er þetta mjög flott, og svo er þetta líka bara, í raun og veru líka upp á flæði, pantana, og endurgreiðsla líka, þannig að þegar var í seld og Shopify, þá verður til sölu pöntunin í BSC og hún í raun og veru bókar síðan á fjárhag og byrðnar viðskiptamannin söluna. Þannig að þú ert ekki að búa til, þú ert ekki með eitthvað uppgjör sem þú flytur á milli, þetta er bara fullkomin samþending. Hvernig er þetta eins og með vaskupgjör? Þú veist, þetta vantilega bara spýtir út í rauninni skýrslu bara og beintir skattsins og... Já, í raun og veru. Þetta er náttúrulega vaskkerfin er ekkit ný þannig þetta er bara til íslensku fjárhagskerfum í áratugi en já, í raun og veru, þú ert að mynda vaskskýrsluna bara í raun og veru með þetta sami, bara vaskskýrslan er bara stöðuð í myndun og þú ættir að geta, ef þú ert með innkaupin eða svona kostnaðarhliðin á hreinu, innkaupin og rekstrakostnað að þá ættur að geta verið með tilbúinu virðisaukaskattsskýrslu, þú veist nokkuð inn í lok tímabilsins á núlefni bara í raun og veru, skilur það er ekki tæknilegt sem kemur í veg fyrir En hvernig er það fara fyrir mann eins og þig? Ertu með lager einhvers staðar út í bæ eða bara fullan bílskúr af kaffivélum? Ég er með lager, ég er með lítinn lager svo er ég að hagnýta með svona tollalager líka Upp á vínin þá? Já Segðu okkur aðeins frá því, það er svolítið sniðugt Tollalager fyrir vín? Já, þetta er nú ekkert mjög spennandi þetta er mjög dýrt þegar þú ert Er það ekki ódýrara heldur en að þú væri alltaf að... Nei, þetta er dýrt ef einhver er að hlusta hjá þessum stóru íslensku logistics partners það geta til ykkar, þetta er dýrt og verðmótilið í þessum tollalager er þannig að þeir rukka fyrir þegar maður innleysir hverja vörutegund það er að segja vörunúmer á bretti og ég er búin að margraða þetta við menn ég kannski er að flytja inn eitt bretti sem inniheldur 600 gler og 10 mismunandi tegundir af víni og ef ég ætla að innleysa 10 af hverju þá greiði ég eitthvað innleysnagjald fyrir hverja tegund og þetta verður alveg ógeðslega dýrt mjög hratt það meikar sens að þú ert að flytja inn
skám af bjór þá er þetta ekkert mál en þú veist að flytja inn, þú veist, svona, þú veist, ég sel, þú veist, 8 tegundir af Barolo öll með sér vörunúmer þannig að það er basically gjald per vörunúmer Er það ekki bara einhver krafa frá ríkinu eða? Er þetta bara verðlagningin hjá? Þetta er bara, þetta er verðskráin frá Er kannski einhver sem geti farið núna samkeppni? Geti eitthvað skemmtilegt? Já, þú veist, og það eru allir með þessi stóru? Já, allavega þeir sem ég hef talað við, Nú sleikir þú bara út það var svo spenntur Já, ég er mjög spenntur fyrir bara einhver, sko einhver til að vinna fyrir litlu aðalana, sko þá þykir það með þökkum En er það ekki þannig líka eitt hagræði við að þú fáir að flytja vínið inn í hvað er þetta, svona tollfrjálsan lager að þú borgar ekki áfengisgjöldin fyrir þú innleysir þannig að þú ert eiginlega búin að selja vöruna Já, í raun og veru, sko versus að taka á því kostnaðin af og það er, þú veist, ok, áfengisgjöldin eru dýr en svo líka dýrt að fjármagna áfengisgjöldin, sko það er svolítið öfugfærið, sko, öfugsnúið og ég láti í mér heyra en skakvart hérna alþingismönnum og hérna starfsfólki Láttu þau heyra það hér, okkur alveg sama og starfsfólki hérna efnahagsráðuneytisins, sko, það er svona skrítið, sko, hérna, þú veist, maður sé alltaf að fjármagna ríkið, þú veist, á einhverjum með háum skrýtnum vöxtum skilur þú veist í þessum áfengisinflutningi sko. Þetta er sérstakt sko. Þú talar örugglega fyrir mjög daufum eyrum. Er það ekki? Ég er nokkuð viss að margir séu sammála. Já, klálega sem er að standa í þessu. En hérna, eins og með það, ertu að selja í ríkið eða er þetta bara netsala? Nei, ég sel ekkert á netinu. Ég sel í Já, þú ert ekki að fara að lúppólið? Nei, þú ert heildsal í vínunni á? Ég heildsal í vínunni, smásal í kaffivélunum. Það er svo vín og tóbaki á TFR. Þau eru að heildsala tóbaki, er það ekki? Já, einhvern veginn þannig. Og einokun á hinu. En hérna, og svo að, þú veist, minn rekstur er svo að selja vín inn á veitingastæði og hótel. Og hérna, og svo er ég í svo kaffi í, svo kaffivélarnar, þetta er mjög gaman að vera í þessu. Þú veist, og þetta er líka svona prosumer sko, og líka svona professional markaður. Þú veist, ég er líka að selja inn á skrifstofur og ég er að þjónusta skrifstofur. Þetta er B2B, B2C slags. Og ég er að selja, ég er að þjónusta kaffivélunum, veitingastöðum, ég er inn á stórum skrifstofum og þetta er mjög skemmtilegt. Og þetta er náttúrulega bara nördismi, skilur, og gaman, sko. Mundur þú segja, ég er nýdóttinn í þetta verða eiga espressovél, keypti fyrir 6 mánuðum, ekki þess að hérna. Mér fannst svona entry level vera 100 til 150.000. Já. Við held að þínar eru hérna í kringum byrja 190.000 ódýrast. Já. Er það second level, eða mundur þú líta þig vera með entry level? Nei, það er uppgreitið, sko, fólk er að fara þá úr kannski úr Sage í stón. Það er einmitt að spyrja með einmitt samkeppni, þú veist, á þessu stígi, þú veist, hérna á Íslandi. Eru margir að selja akkurat, þú veist, þessi gæði af kaffivélum? Já, þú veist, það er alveg slattið, sko. Það er alveg nóg af verslunum með svona vélar, sko. Og hérna, kaffihúsin hafa verið að selja svona vélar. Er kaffihúsin sjálf að selja? Ok. Eins og te og kaffi þá? Okay. Og hérna, og það er, það eru stóra verslunarrisar með svona vélar líka og hérna, það er alveg, Íslendingar drekja ógeðslega mikið kaffi. Ég held að þetta sé mjög áhugaverður markaður fyrir kaffisölu. Já, og ég held líka trendið að setja þessa ógeðslega hólka í píp vélar sé að koma tilbaka. Ég ætla að segja sem minnst hér. Ég skal óta það. Ég bara, eftir ég keypti mér svona alvöru espressovél, ég læti þetta ekki ofan í mig. Er þetta ekki dálítið að backfæra? Jó, ég held það. Ég bara líka þegar þú ert, og það er orðið dýrt að kaupa kaffi, espresso eða cappuccino á kaffihúsi. En ef þú vilt gott kaffi helgar eða annað, þá viltu eiga svona vél. Og ég held einmitt sko upp á, þegar maður kaupir fyrstu, maður þarf að fara að spá í svo miklu. Hvernig kvörnin, hvað átt að þjappa mikið, og þrýstingurinn, hvað á vatnið að vera heitt. Við fengum kennslu í þessu. Já. Og líka bara lært á því að vera með vél, svo náttúrulega hittum við okkar mann og hann skólamann sko. Þannig að þessar er alveg pínu advanced, eða ekki? Jú, eða þú veist, þær eru svona, við köllum þær prosumer að einhverja leyti vegna þess að allir íhlutir, allt involves, það á uppruna sinn í, þú veist, svona professional vélum. Og það er mjög auðvelt að skipta út íhlutum eða bila eða þú veist, það þarf að uppfara eða hvað sem er. Það er svona aðeins annað með sko, þú veist, þessi heimilistæki. Þú veist ekki að fara að skipta endilega íhluti í vél sem þú kaupur út í raftækjaverslun. Já, bara á einhver 10-20 skall. Nákvæmlega, þú veist, þá er hún bara, hún er, þú veist, í raun og veru bara búin í raun og veru. Og ég hitti partnerana mína sko eða partner hitti svona, kunningja sem er eitthvað verslun í Kaupmannahöfn. Og ég var að spyrja á, þú veist, hver er munurinn skilur á því, þú veist, þegar þið fáið
ég ætla ekki að nefna, en fáið heimilistæki og þeir fáið þú veist, handgerða kaffivél frá Ítalíu í hús og þeir segja, já, þú veist, við þjónustum ítölsku vélina en við sendum hina vélina bara, þú veist, bara frá okkur bara við kunnum ekki á hana og við vitum ekki hvað við að gera og þú veist, þetta er bara svo flókið og skrýtnir og öðruvís íhlutir, við ætlum ekki að vera í þessu skilur, þannig að það er bara, það er svona það er munurinn einhvern veginn og við erum alltaf líka þjónusta vélar og það er líka mjög áhugaverður rekstur að vera í þjónustu. Hvernig virkar það? Segjum að þú seljir bara Seðlabanka Kópavogs einu svona apartamento er ég þá borgaði mánalega fyrir að vera í þjónustu eða? Nei, það er ekki þannig sko en þessi tæki eru byggð og hönnuð til að endast og þú veist, með því að veita í raun og veru góða þjónustu á svona vélum til lengri tíma, þú veist að þá nærða við held henni, skilur nærða eigana lengur og það gerist alveg, þú veist, að fólk komið til okkar eftir 3-4 ára og þú veist að skipta einhverja þéttur og einhverja slöngur og eitthvað, skilur og þú veist, þá er það þjónustan í raun og veru, vel annars. Svo erum við líka í raun og veru að þjónusta í rekstri, já, og þá erum við með þjónustu samninga og þá erum við að mæta og þá erum við að þrífa viðhalda. Og það eru svona þjónustu samningar og það er mjög áhugasamur svona spennandi svona tækifæri í tíma. Hitt er svona eins og með bílana kom alltaf með þjónustuskoðun og er þetta í ábyrgð? Nákvæmlega sko, þetta er bara en ábyrgð samkvæmt íslenskum neytendarlögum sko. Sem er hver? Svona lausaukarkaupalögum einhverjum. Er það ekki 2 ár? 2 ár, og það er 2 ár. Já, þetta er bara dásalur business gaman að vera í þessu sko, og mér hefur fundist sko maður að segja, já, ég er í kaffi og víni og bara, já, hvað er það? Þú ert í því sem er gott, skilur við segja, ég er því sem er gott. Og en svo hittir maður sko þess að byrgja og þess að bændur út í Evrópu og við erum sérst í beinu samskiptum með alla framleiðendur og alla bændur og kaupum beint af öllum. Við erum ekki að fara í gegnum einhverja stóra verslunaraðila í Fraklandi eða Þýskalandi eða Rotterdam eða eitthvað til að versla okkar vín og kaffivélar. Og þeir segja allir sko, já, þú veist, við sjáum alveg að kaffið og vínið sé svona stefni í sömu átt. Alltaf meira og meira handverk, meiri kröfur að fólk viti og skilji uppruna varana og alltaf meiri sjálfbærni í þessu, sjálfbærni hugsun í þessu. Og okkur finnst það líka að vera voða spennandi. Já, ég líka ég spurði út í Arabica eða Robusta. Ef þið farið út í búð núna og skoðið pókana, það er bara ekki tekið fram oft hvaða kaffi þú ert að drekka. Og ég held að það muni breytast því að bara neytendur muni fara að kalla eftir heyrðu, mér langar í svona kaffi núna eins og hún nefnir Chardonnay eða Pinot, hvað heitir það, Pinot Grigio eða Pinot Noir þannig að þetta er örugglega bara að aukast spennandi staði til að vera á en með vínið sorry, að þú mátt náttúrulega ekki auglýsa þig neitt, er það? Er ekki bannað að auglýsa? Jú, og ég meni ég er ekkert að Nei, þú veist, þetta er bara spjall Hvernig er það að vera í rekstri að þú mátt ekki auglýsa þig? Sko, hvernig selurðu vöruna í dag? Ég labba á milli veitingastaða, skilurðu? Já, það er þannig. Já, og þú veist, ég mesta veltan ég ætla hann í mínum rekstri. Já, ok. Þú veist, og ég hef alveg áhuga metna á því líka að vera í ÁTVR og mér finnst að vera spennandi stað til að selja vöruna. Ertu með eitthvað inn í ÁTVR? Nei. En það er bara í prósess og ég er bara vonandi að ná að gera það á þessu ári. Og ég er með nokkra vörur sem ég tel að ég sérstaklega vel við ÁTVR. Eins og hvað? Vín. Já, þú veist, hvernig vín? Hvaða vín og vel? Það eru, ég er með til dæmis eitt vín frá Ribera del Duero á Spáni sem að Er það Rioja eða? Nei, ekki beint, það er svona systir Rioja. Já. Þetta eru sömu þrúgur samt. Systir, það er fátt betur en að sprengja feitan Spánverja, sko. Komast í góðan Rioja og nú ætlar að bjóða upp á systir hans. Ég er mikill Rioja maður, sko. Nákvæmlega, þú veist, þetta er ástæðan. Skilur, Íslendingar eru Já, við þekkjum Rioja. Íslendingar þekkja Spánverjana. Ég er mjög lojal á þrúgur, sko. Þú veist, ég er þar í vínleiknum, sko. Hvað þrúga er svona því? Ef ég sé Rioja, ef ég sé á veitingastað, þá bara, herru, ætla að fá þetta. Og þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að ég tel að ÁTVR sé góðu stað til að selja. Byggjum svona stemmingu kringum einhverja þrúgur, sko. Já, auðvitað. Og sögulega hafa Íslendingar drukkið mjög mikið af spænskum vínum. Já. Það er bara þannig. Sko, er ekki 2 mest seldu Múka og Barón der Ley? Jú, ég veit það svo mikið sko. Múka ég held ég að við hýrt það. En ég held að mest selda vínið í ríkinu í lítrafjölda sé sko selt í svona kassa í svona svo kallari belju. Já, beljuvín. Hreppavínið maður. Ég held að Tomassi, ítalska, Jó, það er mjög vinsælt allavega. Það er allavega svona beljuvín.
það er með lífin Reppavín En einmitt sko, einmitt, þú ert í þessu sko þú ert í þessu geimi, þú ert að selja inn til veitingastaða og annar og þá er náttúrulega mjög mikilvægt drengir að sko vera með kreditinfo, kynna sér bakgrunn, lánshæfismatið, ársreikningana, þú veist, traustið, Yngvi, það sem við hefur rætt. Verið í KYC, hérna færa þetta viðskiptaupplýsingar fyrirtækið. Hvernig eru greiðsluskilmála hjá þér? Ertu ekki oft stressaði núna, vanskilinn? Ég fylgist mjög vel með þessu. Enda hef ég Business Central til að halda utanum stöðun á viðskiptamönnum og ég er með sjálfvirkni í innheimtu og þess að það sko og mér hefur gengið nokkuð vel að innheimta. Ég hef ekki áhyggjur af einum viðskiptamanni hjá mér í dag. Það er gott. Það er mjög gott. Þú getur valið vel líka í gegnum kreditinfo. Þegar þú lendir í Bobba á veist að kreditinfo því að þar er þetta í rauntíma það senda þér skýrslur ef eitthvað er að fara að klikka hjá einhverjum þá láta þér þið vita. Og að lokum Apparatus, ef þú ert með hugmyndað appi heyrði Apparatus, farðu alla leið með þeim, það er rauninni skiptir ekkert máli, þú getur verið hálfnaður svo sem hálfnaverk þá hafið þér, farið til Apparatus farið í hönnunarsprettur þeir leggja upp línurnar þar. Er það ekki nokkurn daginn þannig? Jú, held ég. Traust og góð þjónusta líka. Það er mikilvægt að taka það fram. Mikil eftirfylgni, gott utanumhald. Þannig að, þú veist. Gaman að segja, Origo Apparatus, það er svona frenemies. Friends but enemies. Ég unnið saman í einhverjum verkefnum. Ég þekki ekki Apparatus. Nei. Það er svona meira hugbúnarhús. App first. Sérhæfa sig í appinu. Þróun á appi. App. Android og iPhone, þið þekki þetta. Heyrðu, eitt samt, hérna. Bara til að ræða út, því að það eru margir sem að hlusta sem eru að byggja upp side business eða langar að gera. Hvernig er það gagnvart þér? Þú veist, þegar þú byrjar hjá Origo, varstu byrjað með þetta? Já. Og tekur á bara samtala um hann, heyrðu, bara svo ég viti að þá er ég að byggja hérna upp eða var þetta litla ljóta lindamáli í 2 ár? Þetta er náttúrulega alls ekkert lindamál, sko. Og aldrei verið það, sko. Og þetta er auðvitað samtal, skilur hérna, þú veist, og þeir vita að ég er í þessu. Ég trúi því og ég held að yfirmenn mínir og samstarfsmenn mínir trúi því líka að þetta sé virðisaukandi fyrir Origo að einhverju leyti. Ég er að auðvitað í að hagnýta mér kerfið sem viðskiptavinur, notandi og sama tíma ég er að veita líka ráðgjöf, skilur praktíska ráðgjöf, hagnýta ráðgjöf og það er þetta svona það tala þú veist, svona functional consulting, þú veist, raun og veru þú veitir kannski, svona er bara kerfið, það virkar bara svona, þú veist, en hvernig ætlar þú að ná árangri í þínu rekstri með BSI og það er svona það sem ég er að gera á daginn í minni vinnu. En hvernig fer þetta saman, þú veist, að vera frumkvöðull og í 9-5, þú veist? Það fer bara vel saman, þú veist, og sko, það er ekki eins og ég sé að sinna bönur og ber, þú veist, í 8 tíma á dag, sko. Þú veist, og það er yfirleitt gert hérna kvöld. Er þið búin að ná automati eitthvað? Það er gert kvöld og helgar og það er, þú veist, og eins og ég sagði á það, sko, þú veist, þetta er innkaup og sala, skilur þú veist, það er bara reksturinn, þú veist, ég lítið eitthvað í einhverju marketing, þú veist, auðvitað, jú, eitthvað, en svona meira treysta á svona organic, þú veist, marketing og hérna svona góðu samstarfi við viðskiptavinni og þess að það, sko. Og bara vera með góðar vörur og ég held að það sé bara nummer 2 og 3 í þessu einhvern veginn, að vera með vörur sem þú hefur trú á og vilt tala og ert stoltur af því að representa. Þetta er það. Auðvitað, sko, content líka mjög mikið og treysta síðan á viðskiptavinnuna að tala vel og representa vörurnar rétt. Góðar vörur. Hvernig content? Það er ekki content? Jú, þú veist, þá er bara í raun og það er ekki auðveldar kannski heldur en content í kaffi og ég held að íslenski neytendur kannski líka karlmenn á ykkar aldri sem er mjög svona svag fyrir kaffi-kontenti. Ég er alveg veikur. Ég það ekki? Nákvæmlega. Ég er með svona 10 kaffigauðra. Kontenti í þessu er mjög flott og það er rosa metnar fyrir þessu og okkar byrgjar úti, þeir eru að vanda sig mjög mikið að búið til kontent sem að við síðan hagnýtum okkur hérna áfram. En hvar fylgist maður með ykkur? Er það á Instagram? Já, Instagram. Það þarf að tjekka því. En sko, er með mismunni eða varstu eitthvað DJ? Heldur betur. Var það ekki? Jú. Það er mjög langt síðan. En rósin í nefnagandi. Það er alls konar, sko. Ertu eitthvað í tónlist í dag? Nei. Það kom upp eitthvað svona örlega ríkt moment í mínu lífi þar sem ég sagði bara, nei, herri, nú ætla ég að vera hlutusnúður.
og fara að gera hana Breyttist það ekkert, sást ekkert eftir því þegar Danny Deluxe á bakvið og Halla Tómas að labba upp á og bara stærsta moment og Danny hefur gert þetta mjög vel sko. Danny hefur gert þetta mjög vel og honum tókst að vera cool 37 ára og þeir eru nokkrir en ég svo fram á það hendaði mér ekki en þetta var mjög gaman sko. og ég satt allan háskóla á Vestló þá var ég plötusnúður og Varst það að gera ykkur lög? Nei, bara spila tónlist eftir aðra sko. Og þetta er litið fyndið sko, ég segi þetta sko, stundum er ég með svona vínkynningar og þá segi ég sko, þetta er svona pínu sammert sko, að vera plötusnúður þá var maður að spila tónlist eftir aðra og nú er ég hella í glös vín eftir aðra það representa alltaf einhver aðra sko. Þetta er heldur gott, þetta er gaman sko. Þú hefur komið víða við, það er nokkuð ljóst En sko, nú finnum við að síga aðeins í seinni endan en það eru nú nokkra spurningar sem við spyrjum alltaf kannski erfitt hjá þér því að þú ert í mörgu en þú veist, það er svona einhver helsti svona metrik sem þú horfir í til dæmis hjá Bönur og Ber, þú veist er það þú veist, sölutölur, framlegð þú veist, hvað er svona Nákvæmlega, ég horfi mikið í framlegð, mjög mikið framlegar útreikningar inn í dótinu og ég er mjög anal með mína framlega útreikninga Hvað áttu þið með því, anal? Ég er mjög svona specific og mjög erfiður og kröfuharður á mína framlega útreikninga og ég er með alla minn rekstu deildaskiptan eftir uppruna tekna uppruna sölu, og þá er ég með deild sem heitir Bönir inn í BSI og deild sem heitir Ber Þetta ekki að reikna bara heildarframleiðir og ég er að trakka framleiðir á vöru tegund Ég er með framleiðinir á allar vörur líka og mér er mjög annt það að framleiðin sé rétt og það var svona mitt verkefni á þessu ári að bæta framleiðina og ég hefði ekki náð því nema að vera með öflugt byrjaðkerfi á bakum mig Og snýrst það að hækka verðin eða lækka kostnað? Ég er nefnilega sko, í þessu að þá sko, ég tek verðunum frá bændunum og bara that's it ég er ekkert að semja skiluru Já, í kostnaðunum í kostnaðunum í innkaupunum sko, það sem myndar kostnaðverð í þessu er bara auðvitað vöruverðið frá byrja það er fraktið og það er síðan skilagjöld og tollur og áfengisgjöld þetta er kostnaðverðið ég náttúrulega stýr ekki tollinum, áfengisgjöldunum þau hækka bara maður hefur kannski aðeins svigrúm til að semja verð frá flutningaaðilum það er svona aðeins en það hefur svona svo lítil áhrif á framleiðina að það tekur því ekki að eða kraft í það sko, í raun og veru ekki í mínum rekstri, skilurðu þannig en ég fylgist raun og veru mjög vel með kostnaðarverði allra vara og ég tryggi framlegð út úr hverju vöru fyrir auðvitað eftir hvað varan kostar ég með nokkuð vín í sölu sem eru mjög dýr og tek minni framlegð út úr framlegða hlutfall út úr þeirri sölu og svo er ég með aðrar vöru sem að ég sel meira og er kannski með svona aðeins öðruvísi framlegð út úr þeim sko en það skiptir svo miklu máli að vita hvað myndar kostnaðarverð vörunar og að geta rakið líka verðhækkanir aftur í tíma hvernig er kostnaðarverðið búið að þróast og þetta nota ég BSI í og ég nota bara standard bara byrðartöfluna í þetta og mjög svona einfalt að gera þetta og þetta er aðeins að gerjast og þróast og ég sé sko að veitingastæðir eru meira og meira farin til að nota BSI, byrðarkerfi BSI til að rekja innkaup þá er verið að nota sko byrðir sem hráefni það er að kaupa hráefni og þú veist með uppskriftir inn í BSI eða inn í LS sem myndar í raun og veru hamborgaran skilur og þannig getur rakið þú veist kostnaðarverð hamborgaran á mjög svona specific detailed máta geðveikt sko og Ég hef einmitt velt þessu, er þetta nýtt á nálinni eða? Já, þetta er ekki mjög gamalt Nei, nýtt kannski þetta sé svona á bara framlegð pör Já, bara per hamborgari, það fer bara 35 grömm af lauk, skilur og þú veist, þetta er alveg geðið En auðvitað alveg eitthvað frávikarnir sem þarf að gera ráð fyrir í einhverju uppgjöri en þú ættir að geta með nokkru nákvæmi átt á því hvað það kostar að búa til eina pítsu í raun og veru og fólk er kannski ná mestum árangri í þessu Deep Business Central og LS LS Central og LS Hospitality það er að segja sko þessi veitingastæðakerfi frá LS og þau eru byggðu upp með þessari hugsun að það sé auðvelt að trakka kostnaðarverð vara
og já, þú veist, ég pæli mikið í þessu, þú veist, auðvitað þetta engar stórar tölur í þessu hjá mér, ég náttúrulega, þetta auðvitað bara fyrst og fremst bara áhugamenn, sko, nördismi, skilurðu, þú veist, og einhvers stað að byrja maður, sko, nákvæmlega, sko, og bara og mér finnst alveg gaman, þú veist, að áttu eitthvað tölu fyrir okkur, sorry tölu í framlegð já, bara með hambúrgara, þú veist, hann nei, ég veit það ekki, ég ætlaði að spyrja franskar, hvað var það ég held að það sé alveg, þú veist, ég held að framleiðin út úr svona business sé alveg, þú veist, 200-300%, sko þú veist, ég held að það sé alveg óvægt að segja það, sko þannig að bara, þú veist, langstæsti leiðurinn í rekstri veitingastæði laun, sko og þessuna er framleiðin út úr seldum vörum miklu meiri já, erum við ekki að tala álagningu alveg örgulega jú, í rauninni álagning 200-300 álagning já, einmitt en já, sem sagt, þú veist, ég nota BSI til að halda utanum þetta og fylgist mjög vel með þessu og mér finnst mjög gaman, þú veist, senda á, þú veist, á hagsmunaaðila, senda á okkar byrgja, þú veist, senda á bankan, þú veist, svona þróunin hjá okkur ég nota BSI mikið fyrir áætlanagerð ég ger allar áætlanir inn í BSI þar sem að það gerir mig þá kleift að ég get áætlað, ég er með 3 mismunandi áætlanir fyrir árið inn í BSI og á þá mjög auðvelt með að bera saman raun versus áætlun fyrir hvert tímabil ársfjórðung eða mánuð mæli með þessu, þetta er mjög snjallt og mjög auðvelt að gera þetta þú er raun og vera áætlað bara á tekju ekstra reikningin sko. Og já, það er svona ýmislegt í þessu sem að við hefum bara átt að hætta þegar við varst búin að útskýra inventory managementi á milli Shopify og BSI það eru svo margir að drulla á sig þarna sko. Það er bara byrjað á því að koma þessu í sync já, einmitt en það er til svo mikils að vinna í þessu og þessir íslensku vendorar og ráðgjafir í þessu ég heldur séu allir mjög góðir og veiti mjög góða ráðgjöf og ég held að fyndi sko, Ísland er líkilega marga notendur af Business Central per höfðatölu og það eru auðvitað svona þessi dönsku áhrif líka skilur við, kerfið er upprunalega danskt og þróunin er í Danmörku skilur við og svona en ef ég fæði að grípa þess inn í bara fyrir gómens og bara okkur mig og Eitan talaði fyrir sjálf hvað tækir langa tíma að læra inn á svona þú veist, kerfi já, ég mitt, þú veist, kanntu bókhald ég kann grunninn í bókhaldi, ég kann grunninn í Navision í rauninni, sko, þú veist, gamla já, ég menna, þú veist, fyrir þig að erum við að tala einhverjar vikur eða já, þú veist, já, þú getur alveg byrjað og en þú betur alveg gera mistök á leiðinni, þú veist en þú lærir þetta síðan bara af þeim og en þú, ég meina, ef að þið hafið áhuga á að, þú veist, færa ykkar starfsemi í Business Central, þá myndi ég bara byrja núna, þú veist, eftir og þið getið sett upp grunninn og prófað að bóka og segja eins og þið myndi vilja byrja bara á 9 ári, 9 fjárhagskerfi, þú veist, þá er það bara mjög algengt að fólk geri það. Á 9 fjárhagskerfi. Já, við þurfum að skoða þetta. Ég meina, ekki spurningskilur, þú veist, segja eins og svo, þú veist, ég er búin að snerta mjög lítið á allir sálverkninni sem við getum náð fram, sko, í BSI, þú veist, en þú veist eins og bara það að vera með, þú veist, vera með öll innkaup, vera með taka á móti rafrænum, þú veist, innkaupareikningum, innkaupapöntunum rafrænt líka. Það er þetta rafræna verðlista, þú veist, úr BSI á byrja. Þegar ég tala um rafræn samskipti, þá er þetta skeytamiðlun, rafræni reikningar. Og rafræni sölreikningar og allt þetta, þú veist, og þú veist, það er sko rosa, kannski 6 ár síðan það var svona á mestri hreyfingu þá eru til dæmis fyrirtæki eins og Icelandair og stofnanir eins og Reykjavíkurborg hætt að taka á móti reikningum öðruvísi heldur en rafrænt og með því að taka á móti rafrænt reikninga þá tryggjur hann skilja sér strax í bókhaldskerfið það er þessi skeytamiðlun og þú ert raun og verið þá ekki eldast við einhver fylgiskjöl og innkaupareikninga þú veist í rasvarsanum mikið hagræði rosa fyndi á nefni þessi tvö samt saman Reykjavíkurborg og Icelandair ég með þú veist þetta eru kannski stærstu 2 innkaupendur landsins þú veist það er náttúrulega kannski skilur og þau þurfa að stýra því hvernig í hvað átt skilur þetta landslæg er að fara sko hvernig þróunum verður í þessu skilur bara sem dæmi sko góð punktur þannig að það er þetta auðvitað og það er já þú veist það er samþyktir þú veist það er auðvitað samþæktingin við þú veist við Teams og Outlook og núna til dæmis í dag og Microsoft ekki út nýja útgáfu af BSI 24,3 þar sem að þeir eru að bjóða upp á meiri sjálfvirkni með Copilot sem er GPT fyrir Microsoft Windows umhverfið inn í BSI og inn í Outlook líka þannig að þú er bara með sem að sérst bara viðskiptastjóri í einhverju fyrirtæki sem hann þessi BSI
þú ert með Outlookið opið, opnar tölvupóst frá einhver pöntunar tölvupóst, Outlookið opnar strax, þú veist, BC spjaldið hjá honum, þannig að þú ert með sko viðskiptasöguna inn í Outlookinu, Er það bara eins og CRM-kerfi þá? Í raun og veru, sko, í raun og veru, þú veist, og þá, þetta er, já, þú veist, þetta er í raun og veru ekki CRM, vegna þess að þetta er í raun og veru, þú veist, fjárhags- og sölukerfið, sko, en þú hefur alla söguna allar raun og veru viðskiptasögu, sko, allar hreyfingar og þú ert með kannski, þú veist, lánamörkin, þú veist, þessi aðili er búin að kaupa fyrir meir en 1 milljón og mátti ekki selja meira fyrir hann er búin að gera upp, skilur og þá er þess að, og núna þess að, ég las þetta bara í morgun eftir að sjá þetta, að þá er þess að Microsoft núna bjóða upp á það að hjálpa við innheimtu með Copilot með því að smíða, sko, svona dönning, sjálfvirka dönning tölvupósta úr Business Central, það er að segja svona áminningar tölvupósta. Það er bara bottinn sem er bara og þú veist, svona dönning tölvupóstar eru, þú veist, þegar þú veist, mikið talað þetta ég veist að tala mikið þetta hjá Journey, sem er svona subscription management hugbúnaður og þeir eru svona stærsta verkefni Journey, og þau eru með sodavatn.is blómstra. Já, sámeistari. Já, er það Journey? Það er Journey, já, þess að hugbúnaður heitir Journey. Já, það er bara búið að átamita allt í lífið þess manns. Já, ég finn þið, mjög skemmtileg og ég vinna þess með þeim og þeirra verkefni voru svona hvernig ætlum að mastera dönning, þú veist, þegar kortið klikkar, skilurðu, hvernig er best að innheimta, skilurðu, og þetta er sem sagt núna hluta til komið inn í BC í einhverju sjálfvirkni með Copilot og það sem er kannski svona mest spennandi í þessu er hvað þú getur gert þegar þú ert farin að nota GPT, Copilot á eigin fjárhagsgögn. Þú veist með svo rosalega miklar hreyfingar, miklar sögu og kannski svona, ég veit ekki endilega, þú veist, hvað Copilot og GPT er að hjálpa mér með á næstu 10 árum, þú veist, ég veit það ekki, en ég get alveg sagt það, þú veist, að ég veit að það mun aðstoða mig ótrúlega mikið við greiningar á fjárhagsgögnum og sölugögnum og hreyfingum og innheimtu og allt sem við kemur BC, og það er ógeðslega spennandi. Þú veist, það er búið að einhvern veginn að búið að leysa úr læðingi eitthvað vélmenni á, þú veist, eigin fjárhagsgögn og það skiptir ekki máli hversu stórt félag þú ert með, þú hefur aðgang að þessu, skiptir ekki máli hvað reksturinn er stór, bara, þetta er bara partur af Business Central svítunni, sko. Það verður hrikalega spennandi að sjá í hvað átt þetta fer, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara exponential growth á tækninni og það er, sko. Og það er svona kannski, segjum að kannski 20-30% eða kannski hans minna, en jú, kannski svona 1/4 af vöruþróuninni í BC hefur eitthvað með gervigreind að gera. Bara núna? Bara núna, já. Geggjað. Og þú veist, það er þannig sem dæmi, ég get opnað töflu sem heitir viðskiptamannafærslur, alla viðskiptamannhreyfingar, sala og greiðslur og kreditreikninga líka og alla færslur og alla viðskiptamenn, og ég get sagt beðið Copilot að segja, heyrðu, geðu mér lista yfir 10 bestu viðskiptavini, þú veist, í þessum viðskiptamannaflokki síðustu 12 mánuði brotinir á ársfjórðung og Copilot myndi bara búa til þess að skýslu fyrir mig, bara í pivot skýslu. Þetta er bara svona eins og maður hefði gert í SQL nákvæmlega, maður hefði bara gert það í Excel pivoti í raun og veru áður. Ég er að nota ChatGPT svipað, þá er ég að taka reynda bara gögn og setja inn í, þannig er þetta allt bara saman og það er alls konar spennandi í þessu. Við erum alveg að skoða ýmsar leiðir til að raun og veru að nota skoðan viðskiptamannagrunn sem að verður til inn í BC, þú veist, með alla viðskiptamennina inn í BC og við sjáum alveg fyrir okkur, sko, að það geti verið áhugavert að til dæmis að ég veit ekki að greina vera með svona sentiment analysis og einhverja svona viðskiptahegðun byggt á, þú veist, GPT inn í BC, þú veist, þá kannski farið inn einhverja hitamæli eða einhverja niðurstöðu, þú veist, þessi viðskiptavinur, þú veist, svona umfjöllinin hann, skilurðu, þú veist, passaði þig á honum eða allt í blúsandi index, skilurðu, einhverja vísitölu á, þú veist, á áhættu, skilurðu, bara sem dæmi. Eins og kreditinfo býður ákvæmlega, sko. Þeir passa sig. En herðu, já, frábært. Við erum að fara að skrá okkur núna bara. Já, við erum að fara að gangi í þetta. Þegar sko, ég held að við ættum að þetta koma til mín í Borgartún. Við ættum að taka upp seríu. Er komin Strákarnir læra á BC. Já, það er enda góð hugmynd. Það væri content, maður. Taldu content. Er komin stytta af Jóni Björns einhvers staðar?
Nei. Stendur ekki til að reisa styttu af Jóni Björns? Ég veit það ekki, sko. Þú verður að spyrja nýjan forstjóra því. Ég meina, þú lítur að hafa eitthvað seging í því, þú ert ennþá hluthafi. Já, ok. Ég fer inn og ég er að fara hjóli hérna nara dagann, næstir síðan og hluthafa hundir. Herðu, Arnór... Hvar er styttan? We want the monument. Herðu, Arnór, fárlega gaman að fá þig. Já, bara kæra þakki fyrir komuna. Bara takk fyrir spjallið. Gangið vel í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Takk fyrir. Iddi, við verðum bara aftur næsta föstudag, ekki? Við látum ekki stoppa okkur. Þá segjum við sér lokið í dag og þakkum kærlega fyrir hlustunina.